Bogi Nilsson hefur ákveðið að hætta starfi sínu fyrir ríkissaksóknara rannsókn á starfsemi bankanna fyrir hrun þeirra. En Bogi Nilsson hefur ákveðið að hætta starfi sínu fyrir ríkissaksóknara en það félst í því að afla heimilda hvort ólöglegt athæfi hefði átt sér stað innan bankanna á síðustu mánuðum fyrir hrun þeirra. Það eru aðeins 12 dagar síðan ríkissaksóknari skipaði Boga Nilsson til að afla staðreynda starfsemi bankana, einkum á síðustu mánuðum fyrir hrun þeirra. Markmiðið var að kanna hvort eitthvað hefði verið framkvæmt innan þeirra sem gæfi tilefni til lögreglurannsóknar. Í bréfi sem Bogi sendi frá sér nú í kvöld segist hann ekki njóta almenns trausts til að sinna starfinu. Bogi segir ennfremur að aðeins örfáir hér á landi búi yfir sérfræðiþekkingu og tiltrú til að sinna nákvæmri úttekt á bankastarfseminni. Ennfremur að hann treysti sér ekki til að stýra verkinu nema erlendir sérfræðingar verði ráðnir til rannsóknarinnar. Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari segist skilja mæta vel ákvörðun Boga því engum hafi dulist gagnrýni sem hann og Bogi hafi sætt í starfi sínu. Nú sé verkið hins vegar í upplausn. Að þessu vorum við að vinna að þrengja rannsóknarandlagið og undirbúa það að hægt væri að leita tilboða hjá þessum erlendu aðilum. En þetta margra tuga, ekki 100 milljóna verkefni og það þarf að vanda það og við vorum bara að vinna að því. Hann vísar líka í orð Geirs Haarde og Ingibjargar Sólrúnar að þingi þurfa að koma að þessari rannsókn. Er það líka eina megin ástæðan fyrir því hann segir sér frá verkinu? Nei, það alls ekki. Hins vegar var það ljóst að þegar dómsmálaráðherra skrifaði bréf sitt 15. október að þá var svona meira að kortleggja stöðu bankana og eignastöðu þeirra. Síðan þá búið að renna mikið vatn til sjávar og forsætisráðherra og utanríkisráðherra lýstu því yfir að þeir teldu að erlendir aðilar þyrftu að skoða vinna skýrslu eftirlitsstofnanir og ráðuneyti, þannig að það var ljóst að þetta létti allavega nokkra vinnu.